Ok. Hvað með þátt stelpu sem þú veist svona ljóta stelpan? Hún algjör nörd og enginn vill sanga með henni. En svo kemur í ljós að hún í rauninni svaka skvísa, þú veist, þegar hún tekur af sig gleraugun. Já, það reyndar búið að gera það nokkru sinnum. She's All That, Strictly Ballroom, Never Been Kissed, 10 Things I Hate About You, Princess Diaries. Ok. En hvað með þetta? 2 geðveitt ólíkir einstaklingar skiptum líkama og þurfa að lifa lífi hvers annars. Þegar ég hugsa það, þá hlýtur þetta bjóða upp á rosalega gott grín. Jú, það var reynda gert í Freaky Friday, Like Father, Like Son, Vice Versa, Face Off, Hot Chick, The Change Up, Freaky Friday endurgerðinni. Ok. Ég er með þetta. Hvað stelpu sem dulbýr sig sem strákur og lærir hvernig það er að vera. Just One of the Guys, She's the Man, Motocross, Shakespeare in Love, Pirates of the Caribbean 2, hefurðu einhvern tímann hort á eitthvað? Hvernig varðst þú dagskrárstjóri? Féstu þetta starf í korflagspakka eða eitthvað? Nei, nú er nóg komið. Kanntu ekkert á þennan bransa. Ef að framleiðandi eða dagskrárstjóri kemur hugmynd, þá kinkar þú kolli. Þú þarft ekki að meina það. Við viljum bara samþykki og viðurkenningu. Listamenn eru ekkert með engarétt á að vera viðkvæmar sálir. Fyrirgefðu, ég ætlaði ekki að vera svona tillitslaus. Veistu hvað, þetta voru bara mjög fínar hugmyndir hjá þér. Of seint. Þú ert búinn að opinbera álitið þitt á mér. Nei, ég var ekkert að meina þetta. Hættu að spila með tilfinningar mínar. Verðir! Og þá síst að undra tók ég hrösum með ástarinnar gleraugu á nösum. Við horfum allir á þennan ógnar meyjasam með berum augum ekki fyrr en eftir hjónaband. Gleraugun gaf hún oss hún Freyja, með gleraugun vilja lifa og deyja, með gleraugun. Við þorum og við viljum og við getum og við ætlum og við lofum að gera það á morgun eða hinn. Því við nennum og við kunnum og við skulum og við munum því að jafnrétti stöngin inn. Og enginn getur sagt mér nú hvað ekki lengur hægt þú veist eins og löngu frægt syng ég kvensöngin. Ég ekki fyrsti feministinn sem að misti trún á Kristin trúin nú á löggöngin. Já, við þorum og við viljum og við getum og við ætlum og við lofum að gera það á morgun eða hinn. Mikið var þetta nú fallegt. Finniði hvernig harmonísku söngur saminar okkur, ha? Við erum systur og okkur ber skylda afmá mýtunum að konur séu konum verstar. Sýnum fordæmi og tölum vel hvorum aðra, ha? Já, það ætti ekki að vera erfitt fyrst að aðalegri hætt að mæta. Já, hún var svo ógeðslega leiðileg. Hún með mjög neikvæða orku. Mjög negatív. Já, hún hræðileg mannvera. Við erum sammáluð það. Mikið ég glöð að hún ekki að skemma móralinn í þetta með neikvæðin og baktali. En nóg þann kvendjöful. Fyrsta mál á dagskrá þetta. Þessi heiftarlega tímaskekkja hérna. Raspberries. Svokallaður herraklúbbur sem þykist vera með löglega starfs... En come on, þetta augljóslega viðurstyggileg vændishóla. Ekki grípa fram í fyrir mér. En jú, það sem þú sagðir. Við þurfum bara að sanna það. Hvað með bara að fara þangað og gá hvort það sé að vændi? Ég skal gera það. Sko, Bergljót. Ég ber mikla virðingu fyrir þér sem kynsystur. Þetta einstaklega heimskulu uppástunga. Raspberries einungis fyrir meðlimi og það þýðir fólk með limi. Ég vissi ekki að þú með lim, Bergljót. Ok, akkur sendum við ekki Token Karl feministan okkar? Hann Reyni. Ég myndi hjálpa til við gæti en ég of viðkvæm sál til að umgangast á ógjáfi sem þarna að finna. Frekar við sitja hér í faðmi ykkar, rétt hugsandi systra minna. Reynir. Ég svo eina hérna sem fyrst Reynir pínu creepy? Ef maður lítur jafn mikið út eins og Ryan Gosling og hann, þá má maður alveg vera creepy. Já, það satt. Ég segi að Bergljót dulbúi sig sem Karl og fari undercover á Raspberries. Samþykkt. Akkur ég? Af því að þú lætur hafa þig út í hvað sem er. Já, það satt. Og þú ert ekki menn en brjóst. Það líka satt. Kærastinn minni með stærri brjóst en þú. Og hún bara hlóa mér og sagði boy, you had your chance but you lost it. You better holler at your mama. Og það var ekki einu skipti sem ég áttaði mig á bjargarleysi mínu gagnvart konum. Það eins og ég hafa ávallt sett þar á eitthvað stall
og þar leiðandi þeir eiginlega ekki mennskar fyrir mér. Hljómar eins og kvenfeilutningan, meining mín raun hinn gagnstæða. Þar mér einhvern veginn æðri, eins konar gyðjur. Svo segir að minnstu kosti hjarta mitt á meðan heili minn veit vel að hér að ræða venjulega mannverur, breyskar, viðkvæmar eins og ég sjálfur. Afsakið. Afsakið. Halló, afsakið. Ertu búin að vera þarna lengi? Og hann hélt bara áfram að stinga upp á hverju út úr jórtrari pælingun á fætur annari. Hver heldur hann eiginlega ég sé? Hellisbúin eða? Æ, Hulli, þú stundum aðeins og góðu með þig. Bransinn virkar bara svona. Þú ert ekkert klárari en aðri bara vegna þess að þú ert lúði. Hei, það kallast nörd. Þú mátt ekki segja L-orðið. Bara lúðar með að segja lúði. Ó, fyrirgeð, lúði. Lúði? Lúði. Psst. L-úði. Psst, 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 psst. Haha, voða fyndið. Svanur, þú hefur ekki efna á þessu. Þú ert sjálfur lúði og þú veist það. Já, það rétt hjá þér. Sorry, Hulli. Ég ástandi svo erfitt með að hemja mig vegna þess að þú ert svo mikill lúði. Guten Tag, guten Tag. Was ist das? Ist das der Schwanz in der Hause? Ah, meine schöne Stühlchen. Was ist los? Was ist los? Mein Bratwurst ist los in die Munde auf dem schmutzigen Mädchen, mein Führer. Ah, ich verstehe. Speichern Sie eine Hure für mich, Meister? Hvaða stórkostlega eintak þetta? Hann kallaður Stallone. Hann svona eins og Svanur. Ef að Svanur hefði verið alinn upp af nasistum, nálægt kjarnorkuveri. Já, ég væri alveg til að hafa samfæri af hann, ef þú fattar hvað ég meina. Já, ég held ég fatti hvað það meinar, en ég hræddur að getnaðarlimur hans sé ónóthæfur sökum steranótkunar, ef þú fattar hvað ég meina. Hvað má alveg vinna með það, hann með putta, það ekki? Ég trú ekki ég sé að segja þetta, en þú getur gert betur, Kitty. Á að kíkja á rassinn í kvöld? Því miður, ég er svo nett blacklistaðar að það ekki fyndið. Bara því ég fór yfir strikið. Það má ekkert lengur. Kíkja á rassinn í kvöld. Hvaða rass? Ég með rass. Valla? Við erum að tala raspberries. No females allowed, my friend. Nefna náttúrulega femaletan sem þarna fyrir. Það svona herraklúbbur fyrir herramenn. Í dag þýðir sko herramaður sorgleg mannfíla sem þarf að borga fyrir kvenkins félagskap. Eins og mig? Nei, býtu. Hvað sagðirðu? Ég sagði að þú varir mannfíla. Góður. Fyrirgeðu, Hulli, ég laðast bara að búljum. Lúði! Vá. Great, nú ég blindur. Þetta Hagaskóli all over again. Viltu ekki hlæja því líka, ha? Fyrirgeðu, hvað varst að segja? Hefur einhver sagt þér hvað varst með fallega hugu? Vá, ok. Mín bara fara að rífa niður ferðaveldir innanfrá. Frábært framtak, girl. Ég vona að þú sért ekki tímabundin því þú þarft að breyta mér í sannfærandi kallmann. Það hlýtur að taka nokkra Skommir! Ha? Nei, hlýtur að þurfa meira til. Maron, mennur að ganga frá eftir því eldhúsinu þú ert búið með hana gaur. Það allt út í chíafræðum hérna. Þorberg, hvað ert þú að gera hérna? Leið mér að giska. Þú ætlar að selja sálina svo þú fáir að banga. Það hægt að orða þannig, já. Jæja, hver næstur? Ert þú djöfullinn? Nei, ég bara Bubbi. Lucifer fastur á ráðstefnu í Washington D.C. Ég afgreiði þessi helstu mála með hann. Hvað það sem þig vantar? Kettlingar? En þú? Kettlingar. Flott. Þá afgreiði ykkur báði í einu. Ætti þá að komast á nýju Woody Allen myndina í kvöld. Sjá nú til. Þið viljið komast í kettlingar, segið þið. Hvað það þá helst sem vantar? Oftast það sjálfstraust. Já, takk. Það var ágætt. Guð, nei. I got sjálfstöð coming out of my ass. Ég bara komast inn á raspberries. Getur ekki reddað því? Guð, nei. Við forðumst öll tengsl við þá búllu. Við erum að reka heiðvirkt fyrirtæki hérna. Sko, við erum með standardpakka sem inniheldur auki sjálfstraust, tippastækkun og óaðfinnilega hæfileika í spilagöldrum. Kettlingar elska spilagaldra. Hljómar eins og tónlist í mínum eyrum. Eitt svoleiðis, takk. Að gera 1200.000 keft. Býtu, ég held þið díluðu bara í sálum. Herregud, nei. Sálir hafa skítfallið í verðið á síðustu árum. Núna tökum við bara cash. Scheiße! Ég geng ekki með svoleiðis á mér. Ég er bara fátækur nuddari. Ok, hvað eruð með mikið á ykkur? Ég er með 5.000 catl og 1 smokk. Ribbed for her pleasure. Ég er með 418 krónur í klingi. Ok, verið alveg kjurir.
Soles, lollipops, irides, et omnia sunt mirabilia. Vesku, það gera 5.418 krónur og 1 stykki smokk, takk. Hvað gerðist? Þið skiptuðum líkama. Nú kemst þú inn á Raspberries og þú ættir að geta fundið þér einhvers svona sjálfstraust í þessum fagur mótaða líkama. Takk. Ég fyrir nátt í ræktina og borða skyr á hverjum degi. En notið daginn vel. Þetta ástand endist bara í 12 tíma. Ég get ekki boðið betur fyrir ykkar budget. 12 tíma? Ok, klukkan 3 núna, en hvað verður klukkan eftir 12 tíma? 3. Vá, hvað fljótur að reikna. Hver ertu? Rain Man? Kitty, ég finna að þú ert að glápa á mig. Hvað, er ég með hór í nefinu? Ha, nei, alls ekki. Og ég meina, ef þú væri með hór þá myndi ég ekki dæma þig. Ég myndi jafnvel bara tína það sjálf. Jafnvel bara éta það. Á hver ertu núna? Engu. Ég blá eitrum. Mér líður samt eins og ég sé í vímu. Góðan dag. Nafn mitt Jornell Kermansborough. Ég frægur tískubloggari frá útlöndum. Ég að elska þetta lúk. Ertu að tala við mig? Ég nefnilega sé ekkert. Ég var nefnilega með glerugu. Það hlaut að vera. Þetta ráðvillta lúk einmitt inn í dag. Ég kalla það blind chic. Ég umbósmaðurinn hans og besta vinkuna. Og kannski einn daginn meir en það. Eftir vonandi. Ég held að þú hataði lúða eins og mig meir en pestina. Hætti þessu. Hann alltaf að djóka svona í mér. Við erum mjög náinn. Við ljúkum sér við setningakost. Annars var ég að pæla að fara að kaupa með ný glerugu. Sleftu því. Komdu freka með mér. Þú heillar mig. Ok. Byrju að segja mig fyrst. Ertu sæt? Já, mjög sæt. Og hot. You lead the way. Býttu, Hulli. Ekki fara frá... Ég kem með. Má ég ekki vera með? Býttu, okkur talar hún íslensku? Og hún var bara eitthvað. En hann læsti mig inn í skáp og misnotaði mig. Og ég var bara, sanna það. Vá, þegar ég orðin stór, ætla ég að vera hæstaréttarlögmaður, alveg eins og þú. Býttu, ertu ekki lengur orðin stór? Já, ég allan að stækka á einum stað, ef þú fattar hvað ég meina. Ég fattar hvað það meinar. Þú ert að meina tippið. Bele, heisaði strákar mínir. Hvað að setja prikið í strikið í kvöld, eða? Hver ert þú? Þekki ég mig ekki. Þetta ég... Þorri? Ég tjall, eins og þið? Sannaði það. Ok, akkur Celine Dion alltaf að grenja? Af hverju? Af því hún tjalling. Býtu, getum við aðstofað þig, Carrot Top? Þorri? Ég meina, hvað er þú að gera hér? Hvað meinarðu? Ég alltaf hérna. Vá, ég held að þú eri betur en þetta. Þessu ertu bara eins og allir hinir. Þekkjumst við? Ég kannast nákvæmlega ekkert af því, ungi maður. Já, Bergljótur heiti ég. Býtu, ekki aldurstakmark hérna? Það á að vera það. Allavega fyrir kallmenn. Nákvæmlega. Konur undir lögaldri, ha? Sexy. Má ég ekki setjast hjá okkur? Það fer eftir ýmsu. Ertu tjall? Ha? Ertu tjall? Auðvitað maður. Ég er mjög tjall. Sannaði það. Skál fyrir kúin kvenna. Skál! Svona hefur það verið og værum alltaf tíð ef feminasistarnir ei gerða okkur hríð. Hæ, ska mín. Maturinn alveg að vera tilbúinn. Verstu ekkert að hafa fyrir mér, blómum mitt. Ég skal sjá matinn. Þú skal bara slaka á. Ha? Alltaf lagi. Ætlaðu þú ekki annars að leika við Stulla í kvöld á Raspberries? Ég er meira til í kósikvöld með þér. Hvað er það? Það er svona þegar maður horfir á bíómynd og drekkur kannski 2-3 rauðvínsglös með konunni sinni. Já, ok. Athyglisvert. Já, við getum svo að prófa það. Ég sá einmitt að Expendables 5 er komið á voddi. Þú er svo gaman þess að vöðvastæltu köllum að skjóta fram einhvern annan með hörðu byssunum sínum. Ég er enda með nýjustu Kíslófski myndin á DFT. Það er vist 2 tíma viðtal meistarinn í aukaefninu. Kíslófski? Æ, það er svona lettnesk kláma eins og að lesa mig horfa á Mjólin. Og veist, ég fíl ekki þannig að vannærðar leikonur. Ég vil hafa jelly í mínu klámi. Boobies og booties. Tits and ass, fattaru? Nei, Kíslófski segir aðalega sósíal-realískar dæminsögur von og ótta í gráköldum veruleika mannlegar eymdar. Já, ok. Svona þess að lettneska klámi eins og að lesa mig horfa á Mjólin.
Þú ert með eitthvað. Jafnvel bara good to go fyrir Reykjavík Fashion Week. Var það ekki daginn? Nei, það var Reykjavík Fashion Weekend. Svo Reykjavík Fashion Month í maí. Svo náttúrulega opna Reykjavík Fashion Summer. Og þá ætti fólk að vera tilbúið fyrir Fashion Year. Við munum sigra heiminn. Vá, ég áttaði mig aldrei á hvað tíska væri mikilvæg í heimi hér. Tíska allt. Hún afl sem sprettur á lífinu. Hún umlykur okkur og dvelur innra með okkur. Hún tengir saman allt sólkerfið. Tískan sterk í þér. Ég sagði það strax. Please. Já, veistu, ég finn fyrir henni. Getur þú kennt mér að beisla tískuna? Ég get aðeins kennt þér það sem þú vilt að ég kenni þér. Heyrðu, við erum að verða sena á Reykjavík Fashion Prom. Komdu, þú ert deitið mitt. Ég fylgi þér, meistari. Má ég koma með? 50.000 fyrir kampaðinsflösku. Það geðsíki. Að fá sér ekki aðra flösku. Fröken, ég meina tík. Komdu með aðra flösku. Ég verð bara að sleppa að borða þennan mánuðin. Finnur þú ekki sexy með bossinn minn? Jú, þú ert með mjög myndarlegan bossa. Okkur finn ég þó ekki standpínu í bossinn minn? Mér sýnist þessi hlutur vera svolítið spennt fyrir þér, Bergljótur. Hlutur? Já, kona, já, ég skil. Já, þetta drullu graður hlutur, haha. Ég hefði nú ekkert á móti að kaupa mér þennan hlut, ef þið fatti hvað ég meina. Ég fatta, þú ert að meina vændi. Hæ, Reynir. Vá, maður bara eftir sig. Þetta var magnþrungin mynd. Hvað sé það? Ég var ekki alveg að skynja þetta. Jú, sjá til. Endurinn var myndlíking fyrir þjóðarsal Slóvaka. Já, ég skildi það alveg. Ég áttaði mig bara ekki á hvers vegna móðurinn fremdi sjálfsmörn í svefnherbergi sonaris. Ég hefði haldið að myndmáli væri sterkari ef hann gert það í kirkjunni og þar með hefði svona endurspegla hrun játthjálsins að mjög lágstemdar hátt. Ég kann bara ekki alveg við svona augljósa skilaboð. Ég elska þig. Takk. Hei, hefur kannski komið í Ríðó? Ég búin að laga róluna og svo keypti ég svona mangosleipefni svo þú fílar. Ég held að tíska sé alveg rosalega mikið í tísku núna. Vel mælt, ungi lærlingur. Hver veit nema þú verið einn daginn tískublokkar eins og ég. Heldur það í alvöru, Jornell? Ertu ekki örugglega Jornell? Ég bókstaflega blindur. Hæ, áður en ég tilkynni tískukong og tískudrottningu kvöldsins, þá langar til að minna karlmótilinn að æða ekki í pissuskálarnar, bara venjuleg klósetin, þar hægt að störta niður og ekki deila sprautum af því að, þú veist, AIDS og eitthvað. Anyways, tískudómnefndin hefur komist að niðurstöðu. Tískukongur og tískudrottning kvöldsins eru, drumroll please, Hugleikur Dagsson og Jornell Kermansborough. Tíska. Ég trú ekki að við unnum. Ég vinn alltaf. Og eftir ríðum við, ok? Já, ok. Þú varst ekki að plata aðan þegar þú sagðist vera hot. Er þetta ekki einhver sem þú þekkir? Ég veit það ekki. Ég er ekki einu svona viss hvar ég er. Fyrirgeðu tók þessi sjálfsögðu hlut öllu sár. Fyrirgeðu tók herri umbóðsprósent en gengur og gerist. Fyrirgeðu að ég kallaði lúða. En síðustu 45 mínúturnar er ég búin að fatta að alla tímanar ég mesti lúðin af öllum. Og nú stend ég hér. Bara einhver blóður lúða. Fyrir framan lúða. Að biðja hann að elska sig. Umbóðsmaðurinn þinn er svolítið illu gælla. Ó, þetta var hún. Ok, ég skil. Hei, Bergljótur. Steinn Andri sem eðal kók hérna frammi. Alveg hæstaréttar eðal. Við ætlum að taka nokkra línur og stela löggubíl. Ok, Þorri. Ég lofa kók og stela löggubíl með þér rétt strax. Því það er apparently eitthvað sem þú gerir. Finnst þú ég ekki flott að dilla mig með túturnar? Þú vilt mótorbót og tútur. Á ég að gefa þér drykk? Veistu, ég geti þetta ekki lengur. Fyrirgefðu, ég er ekki tjall. Ég er tjalling. Ég kom ekki til að besta vændisstarfsemina sem er greinilega hérna. Af hverju þetta gera sjálfur þér þetta? Ég er ekki vændiskona. Þú varst að bjóða mig líka með þinn.
ég bjóðaði þér drykk. Svo ætlaði ég að setja pillu í glasið og þú að sofna og ég fyrir bara að spila Nintendo. Og þegar þú vaknar og ég segja, þú var svo góður að ríða mig og þú er svo stóra harðu gondull og ég taka peningið þín og þú fyrir heim með hausverkur. Ha? Þannig þú rúfið bara alla gaurina og lígur að þeim og það sofið þeim til að svindla þeim peninga? Já, virkar alltaf. Já, með þessi hús í Hafnarfirði og er ekki pólsk. Er þetta ekki svolítið siðlaust? Ekki jafn siðlaust og það sem þeir eru að gera. Það er satt. Viltu koma í Super Mario? Þetta var svolítið spes. Þú er aldrei gert svona kynlífi með áður. Hvernig kynlíf? Sem kynlífi í leikvökin. Mér finnst það bara mjög fínt. Eiginlega bara svolítið gott. Já, þetta er vist mjög vinsælt. Ég skal trúa því. Ég var alveg til að prófa þetta aftur. Viltu kúra? Vil ég hvað? Kúra? Hvað er það? Það er svona. Þú bara er svolítið skrítin í kvöld. Ég fíla það. Gott að vera komin heim. Ha? Hvað erum við að gera? Hvað er eiginlega málið við þig í kvöld? Við erum að kúra? Kúra? Hvað er það? Jippi. Sorry minni ykkar, ég gekk kannski aðeins svo langt. Ég er bara svo óvön svona tilfinningum. Ég vissi ekki að það var hægt að líða svona. Ok, ég veit þú trúir mér ekki því ég er svo cynical og sálarlaus, ég veit. Ég er jafn eins og þú. Ég meina Kitty, ástsongin. Hver er það trúið því? Einmitt. Gerðu svo vel. Gef mér bara tíma og ég mun sannfæra þig að hjarta mitt sé... Loksins. Ég sé. Já, ég sé líka. Veistu hvað ég sé? Hvað? Lúða. Já, ég held það. Gott að fá þig aftur. Nennur ekki. Fólk geti haldið að við séum saman. Í hverju er ég eiginlega? Aldamótin ekki neitt ég segi að einhver tíma koma þessum degi. Það hef ég aldrei efað, ei slíkt mér kemur við. Ég held mér væri heldur nær að hugsa kvenfólkið. Upp mín sál Íslands fagra meyja, þína skál þótt ég ætti að deyja. Lúði, 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 lúði.